Háttvirtur forseti, ágætu borgarfulltrúar og aðrir áheyrendur. Við erum hér að hefja 4. og næstsíðustu umræðu tillögu endurskoðað aðalskipulag Reykjavíkur. Á síðustu borgarstjórnarfundum okkar hefur meðal annars verið farið yfir framtíðarþróun íbúðasvæða og atvinnusvæða Reykjavíkur, þar sem almenn markmið þéttingu byggðar hafa verið útskýrð og rökstudd. Í þessari umræðu verða færð enn frekari rök fyrir þeim. Reykjavík ætlar að styrkja sitt hlutverk sem græn borg, þétt og blanda byggðamynstur lykilatriði ásamt góðu aðgengi að útivistarsvæðum og öðrum og öflugum vistvænum ferðamáta. Það umhverfisvæn skipulagsstefna að byggja fremur á miðlægum svæðum en í útjaðri byggðar og því fylgja margir aðrir kostir, svo sem breyttar ferðavenjur, styttri vegalindir og betri landnýting. Reykjavík hefur sérstöðu meðal flestra borga þegar kemur að góðu sambandi við náttúruna og íbúabyggðin nú þegar vel tengd við fjölbreytt útivistarsvæði. Allir eiga að hafa gott aðgengi að náttúrunni, en Reykjavík getur verið enn grænni borg. Það fer til dæmis allt of mikið land undir umferðarmannvirki, bílastæði og hafnarsvæði. 38% borgarinnar eru malbygguð sem samsvarar 165 malbygguðum fermetra á hvern borgarbúa. Það athyglisverð samantekt í gögnum hlutfall opinna svæða og byggða. Það kemur fram að lögsagnarumdæmi Reykjavíkur alls 275 ferkílómetrar, en mjög stór hluti ekki byggilegur vegna náttúrulega takmarkana eða 111 ferkílómetrar. Það 46% af heildarsvæði Reykjavíkur sem óbyggilegt land. Landbúnaðarsvæði og önnur svæði á Kjalarnesi ná yfir 21%. Græni trefillinn 12% og eyjar og sker 2%. Þéttbýlissvæði borgarinnar nær nú yfir 51 ferkílómetri eða 18% af heildar flatamáli borgarlandsins. Þriðji leiðarvísirinn í drögum að endurskoðuðu aðalskipulagi Reykjavíkur græna borgin. Sá málaflokkur felur í sér stefnumörkun sem leggur áherslu á hagkvæma nýtingu lands og auðlinda, bætt umhverfisgæði og aukna lýðheilsu. Græna borgin því mikilvægur kafli í aðalskipulaginu og hann skiptist í 3 meginhluta. Fyrsti umhverfi, náttúru og útivist, þar sem settar eru fram skilmálar og skilgreiningar á öllum opnum svæðum í landi Reykjavíkur. Annar skipulag vistvænna hverfa og inniheldur leiðavísa fyrir komandi hverfiskipulag. Og sá þriðji setur fram stefnumörkun borgarskógrækt, borgarbúskap, veitur og vistvænar samgöngur. Þó að Reykjavík sé að mörgu leyti aftarlega á merinni í skipulagsmálum, gefa þó 2 veigamikil atriði borginni forskot á flestar erlendar borgir. Annars vegar það sjálfbærir orkugjafar og hins vegar, eins og áður var sagt, sterk tengsl við umhverfið. Heildarskipulag útivistarsvæða miðar að því að vefur opinna svæða tengir saman hverfi borgarinnar og þar með heimili, þjónustu og atvinnusvæði. Tryggja á góð tengsl íbúðasvæða við fjölbreytt útivistarsvæði og viðhalda náttúrulegum fjölbreytileika lands og lífríkis. Í dag búa 92% íbúa borgarinnar í innan við 300 metra fjarlægð frá útivistarsvæði sem stærri en 2000 fermetrar. Þetta einstakt og þessum hlutföllum verður ekki raskað þrátt fyrir þéttingu byggðar. Fjölbreytt útivistar- og náttúrusvæði mikilvægur þáttur í lífsgæðum og heilsu borgarbúa. Það mikilvægt að vita það að við áætlaða þéttingu byggðar verður ekki gengið á nein útivistarsvæði. Það ber að líta á opin svæði og andrými borgarinnar sem auðlind. Það mikilvægt að mæta þörfum dagsins í dag án þess að spilla framtíðar nýtingu fyrir komandi kynslóðum. Gott aðgengi að fjölbreyttum útivistar- og náttúrusvæðum lykilþáttur í lífsgæðum borgarbúa. Opin svæði þurfa því að þjóna margvíslegum þörfum fólks til útivistar jafnt sem afþreyingar. Það líka ímyndarmál, eins og áður segir stendur Reykjavík mjög vel hvað þetta varðar, þar sem fjölbreytt flóra útivistarsvæða vefur sig inn í og umhverfis byggðina. Heildarskipulag á útivistarsvæðum borgarinnar byggist bæði á skipulagslegum og vistfræðilegum þáttum. Til grundvallar úttektir á mannvistarleyfum, gróðurfari, lífríki, jarðmyndunum, landslagi og gildi einstakra opinna svæða til fræðslu og útivistar.
Markmiðið tvíþætt, annars vegar að mæta þörfum samfélagsins til útivistar og hins vegar að vernda náttúru og mannvistarleifar innan borgarmarkanna. Stefnt að því að halda svæðunum sem mest óbreyttum frá náttúrunnar hendi, en þau hafa verið skilgreind og afmörkuð á grunni náttúrufarskannana. Á þeim grundvelli þeim síðan deilt í tvennt, annars vegar hverfisvernduð náttúrusvæði þar sem framkvæmdum haldið í lágmarki og hins vegar almenn útivistarsvæði þar sem mótun og uppbygging miðast við almenna útivist og afþreyingu. Ég ætla ekki að fjalla ítarlega einstaka undirkafla í umhverfi náttúru og útivist, en þar fjallað lífríki og náttúru Reykjavíkur í víðu samhengi og farið yfir helstu atriði þau varðar, sem eru gróðurfar, ræktunarsvæði, dýralíf, jarðfræði, ár og vötn og að lokum umgjörð og ásýnd. Hér sett fram stefnumörkun fyrir einstök opin svæði þar sem helstu útivistarsvæði innan byggðar, útivistarsvæði við strönd og útivistarsvæði í jaðri byggðar eru skilgreind. Opin svæði utan þéttbýlis hafa verið kortlögð og skilgreind en þau skiptast í 3 meginflokka, fjalllendi, græna trefilinn og landbúnaðarsvæði. Flokkarnir fyrir opnu svæðin innan þéttbýlis eru öllu fleiri eða 10, strandsvæði, borgargarðar, hverfisgarðar, íþróttarsvæði, hesthúsasvæði, gróðrarstöðvar, kirkjugarðar, leiksvæði, golfvellir, ár og vötn. Skilgreind verndarsvæði fá sérstaka umfjöllun og í 3 flokkum, vatnsvernd, friðlýsssvæði og staðir á náttúruminjaskrá. Í hverfisverndarsvæðum njóta skilgreindir þættir í náttúru og lífríki alltaf forgangs þegar hugað að mögulegri notkun og aðgengi. Það var of löng upptalning að lesa upp lista friðlýstra staða og auk þeirra svæða sem eru á náttúruminjaskrá. Mér finnst það sjálfum hughristandi að sjá þann langa lista og hvað vel hefur verið hugað að náttúruverndarmálum í Reykjavík síðustu áratugi. Þegar farið yfir mannvistarleifar og örnefni sést að Reykjavík hefur nokkra sérstöðu, en hér hefur verið búið alla tíð frá fyrsta landnámi. Alls eru 160 skráðar fornleifar í landi Reykjavíkur. Það er dæmigert fyrir þróun þéttbýlis að þær minjar sem við eigum eru flest allar á útivistarsvæðum. Því miður hefur mikið af minjum glatast og grafist undir við framkvæmdir og endurnýjun á mannvirkjum borgarinnar. Það er óhjákvæmilegt þegar búseta á sama stað í 1100 ár. Það er því mjög mikilvægt að halda í örnefnin sem ná bæði yfir staðanöfn og nöfn á náttúrufyrirbrigðum. Þannig höldum við nokkrum tengslum við horfna tíma allt til landnáms. Friðlýstar fornminjar í borgarlandinu eru 7. Það má nefna Laugarnesið sem var stórbýli til forna og jafnvel talið að Hallgerður Langbrók hafi borið þar beinin. Einnig má nefna gamla bæjarstæði Breiðholts og Þingnes við austanvert Elliðavatn. Þar var þingstaður til forna en hann nú því miður að mestu leyti undir vatni. Í aðalskipulagsdrögunum sett fram áætlun einstök opin svæði sem miðar að því að draga fram og styrkja fjölbreytileika og sérkenni þeirra. Einnig sett fram áætlun nýtingu þeirra til útivistar og afþreyingar. Hugað að heildarsamhengi útivistarsvæða í borgarlandinu og þau metin út frá eftirfarandi þáttum. Sjálfbæri þróun, náttúru og búsetuminjum, samhengi við nærsvæði, útivistarkröfum og þörfum og heildarásýnd borgarinnar. Helstu útivistarsvæði innan byggðar eru eftirtalin: Laugardalur, Öskjuhlíð, Fossvogsdalur, Elliðaárdalur, Miklatún, Vatnsmýrin og Tjörnin með Hljómskálagarðinum. Og helstu útivistarsvæði við strönd eru Laugarnestangi, Viðey, Gufuneshöfði, Grafarvogur, Akurey, Engey, Blikastaða, Kró við Geldinganes, Fossvogur og Fossvogsbakkar, Nauthólsvík, Skildinganes og Ægisíða. Og helstu útivistarsvæðin í jaðri byggðar eru Úlfarsfell, Úlfarsárdalur, sunnan Vesturlandsvegar, Reynisvatn, Austurheiðar, Rauðavatn, Bugða, Rauðhólar, Elliðavatn og Heiðmörk. Að lokum sett fram í aðalskipulagsdrögunum stefna heildarskipulag opinna svæða með kortagrunnum og töflum með megin áherslum til 2030 eða út skipulagstímabilið og síðan hvað fyrir séð þróun þeirra eftir skipulagstímabilið. Næsti meginkafli skipulag vistvarnarhverfa. Þetta umfangsmikill kafli sem segja má að sé leiðavísir fyrir verðandi hverfisskipulag.
Á grundvelli ákvæða nýrra skipulagslaga hefur verið ákveðið að vinna hverfisskipulag af grónum hverfum borgarinnar. Í kaflanum settir fram gátlistar til að meta hina ýmsu skipulagsþætti hins nýja hverfisskipulags, svo sem visthæfi byggðar og skipulags, gæði byggðar, samgöngur, vistkerfi og minjar, orku og auðlindir, mannvirki og náttúruvá. Lögð verður áhersla á þau lykilmarkmið sem birtast í rammahluta aðalskipulagsins og skal vinnan byggjast á stefnumótun skipulagsins sjálfbær hverfi og samvinnu við íbúa. Áætlað að vinnan muni taka 2 ár en stefnt að því að fyrir árslok 2014 séu fyrir hendi hverfisskipulagsáætlanir af flestum hverfum borgarinnar. Með hverfisskipulagi mun nást fram heildarsýn yfir öll íbúðahverfi borgarinnar með það að markmiði að styrkja innviði samfélagsins. Hverfisskipulag mun fela í sér stefnubreytingu í gerð skipulags í gróinni byggð, þar sem nú verða gerðar skipulagsáætlanir fyrir hverfin í heild í stað þess að deiliskipuleggja einstaka götureiti. Eitt af markmiðum þessa nýja skipulagsstigs að skilgreina sérstöðu hverfa og fá fram skýra framtíðarsýn þróun þeirra. Betra samhengi verður við aðalskipulag og mun það hjálpa til við að ná yfirliggjandi markmiðum umhverfisvæna borg, þar sem lífsgæði í fyrirrúmi. Hverfisskipulagi verður unnið í samráði við íbúa og önnur svið borgarinnar og í kjölfarið mun framkvæmda og fjárhagsáætlun byggja á því. Ég ætla ekki að fara dýpra ofan í þá skipulagsvinnu sem fyrir höndum í hverfisskipulagi. Ég bind miklar vonir við þetta skipulagsstig og ég held að með því munum við loks ná heildaryfirsýn yfir framtíðarþróun borgarinnar. Allir kaflar þessa aðalskipulags gilda einnig hverfisskipulagið og verða stefnumótandi við gerð þess. Síðan koma 4 kaflar sem eru svona stefnumótunarkaflar og fyrst borgarskógrækt. Skógar eiga mikinn þátt í að viðhalda súrefnisforða andrúmsloftsins og það er mikilvægt að vita af hverju við erum að þessu með vatnsmiðlun, jarðvegsvernd, skjólmyndun og annarri temprun náttúruferla. Og hér voru viðamiklir skógar við landnám en náttúruhamfarir og ósjálfbær nýting fram á 20. öldina eyddi þeim næstum alveg. Í gögnunum eru yfirlitskort af skógum í Reykjavík sem gefa góða mynd af trjáþekjunni en hún alls 14% af landi Reykjavíkur. Helstu ræktunarsvæðum lýst í skipulagsgögnum og mikilvægi skóga í menntun og menningu annars vegar og útivist hins vegar skilgreind. Í þessum aðalskipulagsdrögum lögð fram stefnumörkun borgarskógrækt, lagður fram gátlista til að auka útivist í skógum, meta verðmæta og atvinnusköpun tengda skógrækt og auka umhverfisgæði og líffræðilega fjölbreytileika skóga. Borgarbúskapur nýtt hugtak í skipulagsmálum, þó að það sé ekki nýtt að matvæli séu framleidd innan borgarmarka Reykjavíkur. Það í samræmi við beittar áherslur í nágrannalöndum okkar að borgarbúskapur fær hér sérkafla í nýju aðalskipulagi Reykjavíkur. Hér auðvitað fjallað garðyrkju og ylrækt en einnig húsdýrahald eins og hænur og jafnvel býflugur. Þessi kafli gott dæmi þann metnað sem liggur að baki þessari aðalskipulagsvinnu. Helstu sérfræðingar landsins hafa verið kallaðir til verksins og þessi stefnumótun til dæmis unnin af Salveru Jónsdóttur, skipulagsfræðing, fyrrverandi sviðsstjóra skipulags- og byggingarsviðs borgarinnar. Leiðarljósin fyrir borgarbúskap eru hagkvæm nýting lands og auðafa, bætt umhverfisgæði og lýðheilsa, að borgarbúar hafi aðgang að ferskum og heilnæmum matvælum, að þeir sem hafa áhuga á að framleiða eigin matvæli eigi þess kost svo fremur sem umhverfi og aðstæður leyfi. Síðan sett fram tillaga að stefnu varðandi borgarbúskap, að sem flestir borgarbúar hafi aðgang að hollum og ferskum matvælum, skapaðar verði aðstæður til að efla matjurtarækt innan borgarmarkanna, að sem flestir borgarbúar hafi tök á að rækta grænmeti til eigin neyslu, grenndargarðar verði í öllum borgarhlutum. Þar sem aðstæður leyfa borgarbúum heimilt að halda hænsni til eggjaframleiðslu og til eigin neyslu. Aðstöður fyrir bændamarkaði verði komið upp í öllum borgarhlutum til að auka aðgengi að ferskum matvælum og haldið verði góðu samstarfi við almenning og samtök áhugafólks heilsusamlega matvælaframleiðslu í borginni.
Þetta eru háleit markmið og verða eins og önnur stefnumótun aðalskipulagsins verðmætt leiðarljós inn í komandi hverfisskipulagsvinnu. Í lok kaflans borgarbúskap eru settar fram raunsæjar leiðir til útfærslu og eftirfylgni. Kostir og gallar eru vegnir og metnir og farið yfir samþykkt borgarinnar varðandi búferðarhald og götu- og torgsölu. Fjallað er veitur borgarinn í sérkafla undir grænu borginni. Þær eru eins og fólk veit sameinaðar í einu fyrirtæki, Orkuveitur Reykjavíkur. Rafveita, hitaveita og vatnsveita eru útskýrð og farið yfir helstu skipulagslegu atriði þau varða og þarf að huga að til framtíðar og þar vegur vatnsvernd svæða að sjálfsögðu þungt þar sem það á við. Síðasti kaflinn í grænu borginni er vistvænar samgöngur og hann er ef til vill einn af allra mikilvægustu leiðarljósum þessa nýja aðalskipulags. Vistvænar samgöngur eru sífellt meira áberandi í umræðunni samgöngumál í borgum og almenningur er víða orðinn mjög meðvitaður heilsufarsleg og umhverfisleg áhrif einkabílanotkunar. Gatnakerfið hefur áhrif á umhverfið með beinum hætti, með útblæstri frá farartækjum, umferðarhávaða og svifryksmengun. Seta í umferðarteppum tekur andlegan og líkamlegan toll frá þeim sem sitja í bíl í stað þess að nota eigin orku til að komast milli áfangastaða. Það er eitt af mikilvægustu verkefnum næstu áratuga að breyta ferðavenjum á höfuðborgarsvæðinu og Reykjavík á að sjálfsögðu að vera leiðandi í þeirri þróun. Hvernig er hægt að draga úr neikvæðum áhrifum bílaumferðar á umhverfið? Það er flókið mál og gerist ekki nema fjölmargir þættir komið saman. Það mikilvægasta er að efla vistvænar samgöngur sem eru gangandi umferð, hjólreiðar og almenningssamgöngur. Hér eru velt upp mörgum hliðum þessara mála, hvað þarf að gera og hvað er hægt að gera. Fjallað er gatnaskipulag, umferðarflæði og helstu breytingar sem að gera þarf á umferðarmannvirkjum borgarinnar. Þetta er fróðlegur kafli og sérstaklega mikilvægur fyrir umræðu næstu ára þetta þjóðþrifamál. Efling vistvænna ferðamáta er leiðarljós í allri stefnumótun Reykjavíkurborgar. Lykillinn til að ná árangri í að breyta ferðavenjum er að tryggja samspil ákvarðana þéttingu byggðar og umbætur varða almenningssamgöngur, hjólreiðar og gangandi vegfarendur. Stefnt er að því að hlutfall almenningssamgangna til og frá vinnu vaxi úr 4% í 12% á skipulagstímanum og hlutdeild gangandi og hjólandi vaxi úr 21% í yfir 30%. Með breyttum ferðavenjum, þéttari byggð, þróun nýrra orkugjafa, markvissri kolefnisbindingu með gróðursetningu og bættri meðhöndlun úrgangs er gert ráð fyrir að losun gróðurhúsalofttegunda verði 40% minni árið 2030 frá því sem hún var árið 2007. Og árið 2050 er gert ráð fyrir að hún verði orðin 73% minni. Markmiðin sem stefnt að eru forgangsleiðir strætisvagna, almenningssamgöngur séu aðgengilegar, áreiðanlegar og öruggar og biðstöðvar skjólgóðar og vistlegar. Leiðir strætisvagna liggi þar sem byggð er þéttust, staðsetning biðstöðva verði ákvörðuð út frá skilgreindum gönguleiðum og nálægð við þjónustukjarna. Aukin hlutdeild hjólreiðafólks í borginni hefur margvísleg jákvæð áhrif á umhverfi, lýðheilsu og lífið í borginni. Það er auðvelt að hjóla 5 km á 15 mínútum en 60% bílferða í Reykjavík eru 3 km eða minna. Það er því mikilvægt að hjóla- og göngustígakerfi Reykjavíkur gerir borgarbúum kleift að ferðast borgina á öruggan og aðlaðandi hátt. Hjólreiðaáætlun er hluti af þessu skipulagi, skilgreining hjólastígakerfis, hönnun hjólaleiða og leiðir til að efla hjólreiðar. Og svo er kafli almenningssamgöngur á sjó. Mér finnst það mjög áhugavert. Borgin við sundin á að hafa báta til fólksflutninga svona inn í framtíðinni. Gatan sem borgarrými er kafli sem horfir frá hefðbundinni skilgreiningu á götum sem umferðaræðum fyrir bíla og bílaumferð. Þess í stað er gatan skipulögð sem rými sem afmarkast af afliggjandi byggð. Gatan verður að umferðaræð fyrir alla ferðamáta og hún er einnig borgarrými fyrir íbúa og fjölbreytta starfsemi. Gatnakerfi borgarinnar er endurskilgreint þar sem lykilgötur hverfa verða borgargötur, þar sem húsin, gatan og opna rýmið myndar eina heild.
Aðalgötur geta síðan boðið upp á enn fjölbreyttari landnotkun svo sem verslun og þjónustu. Smám saman þróast og breytast þessar götur og fá fjölbreytta notkun sem mun auðga mannlíf borgarinnar. Ég ætla nú að ljúka þessari yfirferð grænu borgina. Við höfum nú farið yfir 3 meginkafla í endurskoðuðu aðalskipulagi Reykjavíkur sem eru borgin við sundin, skapandi borg og græna borgin. Og þetta er 4. umræðan sem við eigum hér og ein umræða eftir endurskoðað aðalskipulagi Reykjavíkur og það er borg fyrir fólk. Þakka hlustunina. Borgarfulltrúi Páll Hjaltason lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvason. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, þakka formanni umhverfis- og skipulagsráðs fyrir að koma hér upp og fara svona yfir þessa helstu þætti sem búið að setja saman í drögum að aðalskipulagi Reykjavíkur fram til ársins 2030. Þetta er auðvitað mjög áhugavert plagg og áhugaverð vinna sem liggur að baki þessum drögum sem hér liggja fyrir borgarstjórn í dag og ég ætla ekki að fara svo nákvæmlega yfir þetta eins og formaðurinn gerði hér á undan mér. Hann gerði það náttúrulega prýðilega og þarf að endurtaka slíka umræðu. En einhvað síður þá vil ég aðeins svona nefna það hér að það sem við erum að ræða núna er ekki sameiginleg niðurstaða þeirra sem voru að vinna að aðalskipulagi. Sú vinna var á síðasta kjörtímabili þannig, hún var unnin innan aðalskipulagshóps og síðan á þessu kjörtímabili hélt það áfram þar til hún fór inn í skipulagsráð sem nú er umhverfis- og skipulagsráð. En nú á hinum síðustu mánuðum að þá hefur þessi vinna verið unnin utan ráðsins og ekki komið þar inn og þessar stefnumótandi setningar og stefnumótun sem við erum að fjalla um í dag er að koma hér fyrir borgarfulltrúa, fyrst í borgarráði en síðan hér í borgarstjórn til umræðu. Og auðvitað er það kannski bara eðlilegt. Það er kannski bara eðlilegt að svona þessu stigi málsins að þá skilji leiðir að einhverju leyti og menn fari svona að fara yfir þá þætti sem þeir vilja leggja meira áherslu á heldur en þessi drög að stefnu gefa tilefni til. Þannig að enda þótt ég sé ekki á nokkurn nátt að kvart yfir þeirri samvinnu sem verið hefur í skipulagsráði og aðalskipulagshópnum þessa stefnu, þá vil ég svona bara ítreka það hér að það er ekki verið að fjalla niðurstöðu þeirrar vinnu nema svona að einhverju leyti eða að litlu leyti í sumum tilfellum. Vegna þess einfaldlega að það kemur náttúrulega að því að menn verða að fara svona að skilja hismið frá kjarnanum og fara að taka saman í setningar og í uppdráttum það sem aðalskipulagið á að fjalla um. Og það má kannski segja það svona á heildina litið að þau gögn sem fyrir okkar hafa verið lögð eru kannski fullviðamikil. Við verðum svolítið að passa okkur á því þegar við erum að vinna að aðalskipulagi þó það sé langt fram í tíman og þó það sé freistandi að taka á sem flestum þáttum og það er náttúrulega hægt að gera það eins og það sé endilega verið að vinna aðalskipulagsvinnu að þá er náttúrulega verður aðalskipulagið nokkuð flókið og nokkuð viðamikið ef það fara að taka gjörsamlega allt fyrir. Og sumir af þeim uppdráttum sem við erum að fjalla um hér og formaðurinn kom inn á eru full mikið unnir, þessir uppdrættir eru full mikið unnir og hérna kannski hefði verið rétt að geta þess hvað það er sem raunverulega á að leggja áherslu á. Því auðvitað bersýnilega verður það ekki allt það sem við erum að fjalla um hér. Þannig bara svo þetta sé á hreinu að við séum ekki að tala um sameiginlega niðurstöðu og auðvitað þegar aðalskipulagið verður lagt hérna fyrir borgarstjórn þá verður bara farið yfir það og hvernig það mun fara, hversu mikið af því mun verða unnið í sátt og samlyndi og hvar skilja leiðir. Það er æðimargt spennandi í þessum uppdráttum sem við erum að fjalla um. Auðvitað er hin vistvæna borg mjög spennandi og vistvæna samgöngur spennandi. Opin svæði, hverfisskipulag sem nú er alveg ný nálgun í skipulagsvinnunni. Allt er þetta eitthvað sem ég held að allir sem hafa komið eitthvað að skipulagsmálum þá klæjar í lófan að fá að takast á við þessi verkefni. Mér finnst mjög gott að sjá það sem er þó sett á blað hér að 40% af borgarlandinu, þar sé að því sem við teljum til þéttbýlis í borginni, eru opin svæði. Og borgarfulltrúi Reykjavíkur fór yfir þetta í borgarráði og það fyrsta svona sem maður tekur eftir og auðvitað var það borgarfulltrúin sem bendi sérstaklega á það
að þetta sérkenni Reykjavíkurborgar. Það engin önnur höfuðborg, sem hægt að benda á sem hefur viðlíka mikið af opnum svæðum, grænum lungum, opnum reitum af ólíku tagi, eins og til dæmis, svo ég nefni eitthvað sem að ekki eins, þá það kannski Eskihlíðin annars vegar og svo það Laugardalurinn hins vegar. Og svo erum við náttúrulega með ána Elliðaárnar og Elliðaárdalinn og annað slíkt, ég fyrir ekki fara yfir það, en bara benda á það að þetta eru þær perlur, þær einkennandi perlur sem við eigum auðvitað að vinna með. Hér í borgarstjórn hefur oft verið að ræða þéttingu byggðar og borgarfulltrúinn Páll Hjaltason kom inn það líka í sinni erindi að það væri auðvitað það væri megið þema þessa aðalskipulags að þétta byggð í Reykjavík. Og gott og vel, það ágætt og við erum öll sammála því að það má gera mikið af því og það má kannski samt líka fara svolítið varlega í það með tilliti til þeirra áhrifa sem þétting byggðar hefur, því hún ekki bara vistvæn og umhverfisvæn áhrif, hún hefur líka margvísleg önnur áhrif. Hún hefur auðvitað því áhrif að umferð til dæmis mun þéttast á ákveðin svæði þar sem ekki svo mikil umferð fyrir í dag. Það bara óumflýjanlegt. Síðan höfum við náttúrulega hér oft á tíðum í borgarstjórn að bera Reykjavíkurborg saman við aðrar borgir hvað þéttleika varðar. Og sérstaklega hefur verið teknað til borgar, svona miðborgar kjarnarborga eins og til dæmis Kaupmannahöfn og jafnvel Manhattan í New York og bent á það hvernig þéttleikin þar og hvernig þéttleiki Reykjavíkur og hversu Reykjavíkurborg dreifð og það yfirleitt sett fram þannig að það sé eitt af þeim vanköntum sem þarf að vinna með og það þarf að þétta þessa byggð og koma í vekk fyrir það að hún dreifist, byggja inn á við en ekki út á við, held ég að sé eitthvað sem að einna borgarfulltrúi og meira hlutans hafi verið að nota nokkuð víða í viðtölum. Ég segi, nú skulum við aðeins staldra við. Það sést nú til dæmis að þessum gögnum að það akkúrat sérkenni og það eitt af þessum kostum, því sem bara hreint og beint yndislegt við þessa borg, það akkúrat það að hún ekki svo þétt. Hún getur aldrei verið þétt og má ekki vera þétt á neinum stað eins og þær borgir sem ég nefndi hérna áðan og sem hafa verið að nefna hér í stól borgarstjórnar. Og hún á auðvitað að vinna með sín sérkenni sem eru þessi svæði sem ekki á að byggja inn á og þessari miklu opnun sem að Reykjavíkurborg hefur. Við ekki að vinna, við ekki að apa eftir öðrum, við að leyfa öðrum að apa eftir okkur. Látum New York búa koma til Reykjavíkur til þess að finna gæði Reykjavíkurborgar í stað þess að við séum að fara til New York til þess að leita að einhverju fyrirmynd þar eða jafnvel öðrum borgum eins og til dæmis París og ég nefni það þá líka sem eitt af því sem að hér hefur verið nefnt og talið til borginni til ágætis hversu þétt hún Borgarfulltrúinn hér á undan mér kom inn á samgöngur og inn á þær vistvænu samgöngur sem að hann fór yfir og allir eru sammála að bera stefna að. Það ber auðvitað stefna að vistvænum samgöngum, en vistvænar samgöngur eru ekki bara bundnar við það sem borgarfulltrúinn var að tala um. Hann talaði um að hjóla, ganga og nýta sér almenningssamgöngur. Vistvænar samgöngur eru miklu meira stærra mál heldur en svo. Ég var að velta fyrir mér í morgun hvað eru vistvænar samgöngur. Auðvitað eru vistvænar samgöngur helst fólgnar í því að mengunarbílum sé sem allra minnst og slysavöldum bíla sé sem allra minnst og öryggi sé sem allra mest. Og þá maður lítur yfir Reykjavíkurborg þá sér maður að það mjög ólíku saman að jafna austurhluta og vesturhluta borgarinnar. Ef að til dæmis að þeir sem búa einhvers staðar í nágrenni við Víkurveg ætla að aka vestur í Skeifu, þá eyða þeir 30% minna í bensín í svona sirkabát heldur en þeir sem aka vestast og vesturbænum á sama stað. Og það bara einfaldlega vegna þess að á leiðinni að Víkurvegi og niður í Skeifu eða Grensásvegs gatnamótunum eru 7 mislæg gatnamót. Það bara umferðin líður þetta áfram. Hins vegar eru 7 ljósastýr gatnamót og 3 gönguljós og hringtorg og annað slíkt úr vesturbænum og inn á sama stað. Og það nú bara þannig að maður aðeins flettir upp í því hvað bílaframleiðendur gefa upp í bensíneyðslu, þá það þeir bílar sem að aka
eftir vegum þar sem að þeir geta ekið án þess að þurfa að stoppa, þar sé að utanvegarakstur, þeir eyða 29 til 43% minna heldur en þeir bílar sem eru að stoppa við ljósastíg gatnamót eða sem sagt í innanbæjarakstri. Og ef maður tekur þetta aðeins lengra og veltir því eins og fyrir sér, og hvaða áhrif hefur þetta? Þá hefur það nú þau áhrif, ef maður reiknar með því að meðaleyðsla bíla sé svona kringum 9%, sem kannski bara ekki kæri lagi. Það mætti kannski deila, kannski 8%. Ég hugsa að þessi 9% vegna þess að svo stór hluti flotans eru jeppar og svo eru gamli bílar, meðalaldur bílaflotans á Íslandi eru 12 ár sem eru náttúrulega miklu eldri en nokkuð staðar annars staðar í Evrópu. Það þýðir það að það kostar 341 krónu að aka 6 km frá Víkurvegi og niður á Grensásveg. Það þýðir það að það kostar á ári bíleigendur að aka þessa 6 km 10 milljarða. Það þýðir það eru 80.000 bílar sem aka á þessum vegi. Ef á þessari leið ekki væru nein mislæg gatnamót, þá myndu þessir sömu ökumenn, bíleigendur, eyða 3 milljörðum meira. Þeir myndu sem sagt eyða á ári hverju sem samsvariði meira en einum mislægum gatnamótum. Þetta eru sem sagt svo ákvörðun borgaryfirvalda og það voru hinir og þessi meiri hlutar og hinir og þessi borgarstjórar sem ákváðu það, að á þessum spotta, 6 km spotta frá Grensásvegi upp á Víkurvegi skyldu vera mislæg gatnamót, hafa sparað borgarbúum 3 milljarða á ári hverju og þetta kannski svona einhverju vistvænustu samgöngubætur sem að hugsast getur. Ég sé ekki neinar aðrar betri fyrir vegfarendur og auðvitað ekki halda því fram að setja að hafa mislæg gatnamót hvar sem það ekki bara hægt, það bara víða þannig að það gengur ekkert upp. Ég myndi ekki telja mæla með því, ég ekki að segja það, en ég bara benda á þetta vegna þess að einhvern veginn virðast mislæg gatnamót sem að nú eru komin 5 út úr núverandi aðalskipulagi samkvæmt þeim drögum sem við erum að horfa á í dag. Það er búið að leggja niður 5 mislæg gatnamót, aðallega við Sæbrautina og þá sem sagt vil ég meina það að með því að leggja það niður, væntanlega vegna þess að búið að gera samning það að það séu bara engar vegaframkvæmdir í Reykjavík eða höfuðborgarsvæðinu sem heiti getur næstu 10 árin, samningur sem að ég tel vera mjög slæman. Og þá í takt við það sem sagt gert ráð fyrir því að það séu engin mislæg gatnamót á þessum svæðum. Og kannski þess vegna, en bendi á það þó að hér í Reykjavík erum við að fá vegafé á þessu ári sem nemur 5,5% af heildarvegafé sem rennur af hálfu ríkisins til vegagerðar á landinu öllu. Við fáum semst 5,5% og 1,6% á síðastliðnu ári, árið 2000. Já, fyrir 2012 er það 5,5%, árið 2011 er það 1,6%, 2,1% árið 2010 og 1,2% árið 2009 sem að rennur til Reykjavíkur af því fé ríkisins sem að rennur til framkvæmda á vegum. 1,2%, 5,5%, mér finnst þetta bara hreint og beint ekki sanngjarnt. Mér finnst ekki sanngjarnt að fyrst fáum við nánast ekki neitt og svo semjum við það við ríkið að við fáum bara alls ekki nokkurn skapaðan hlut og það er sett í einhvern búning sem allir eiga að vera mjög ánægðir með vegna þess að enginn vill lýsa sig andsnúinn almenningssamgöngum og það beri að styðja við þær. Ég er mjög hlynntur almenningssamgöngum, ég er mjög hlynntur vistvænum samgöngum og hlynntur því að fólk geti hjólað sem víðast og gengið sem ég reyni nú mest að gera á milli þeirra staða sem að það þarf að fara á. Það er ekkert með það að gera. Það er bara með það að gera að mér finnst meiri hlutinn hér í sinni meðferð á aðalskipulaginu horfa á vistvænar samgöngur með mjög þröngum gleraugum. Horfir ekki á heildarmyndina og lítur til þess að eina leiðin til þess að auka vistvænar samgöngur sé gert með þeim hætti að fækka einkabílum. Jú, það er alveg rétt að ég hef ekkert á móti því heldur að finnum leiðir til þess að fækka einkabílum
en aðgerðir sem gerðar höfðu verið hér á síðustu áratugum í vegakerfinu eru akkurat einhver vistvænustu samgöngubætur sem getur. Og við höfum auðvitað að fagna því og þakka fyrir það og vera ekki einhvern veginn að horfa framhjá því að akkurat með þeim hætti gætu við unnið ennþá frekar. Ég hef sagt það hér að mér finnst að framkvæmdir hér í Reykjavík ætti að vera miklu meira og við ættum að horfa meira til mislægra gatnamóta í þessum tilgangi. Ekki til þess að umferðin geti farið sem hraðast og eitthvað svoleiðis heldur að hún geti haldið áfram án þess að vera stöðugt að stoppa. Það er mjög mengandi og auðvitað ef bílar eyða 30% minna þá líka menga þeir 30% minna. Og ég held að menn ætti líka að hafa það í huga, næst þeirri stoppa rauðu ljósi, að skoða yfirborð götunnar þar sem að stoppa þeirri rauðu ljósi eða við til dæmis hraðahindranir og þá sjáum við það að mjög hefur gengið að malbikið á slíkum stöðum vegna þess að það að stoppa og gefa í og taka af stað eyðir malbikinu og það er auðvitað mjög mengandi því það er eitt helsti orsakavaldur öndunarfæra sjúkdóma hér í Reykjavík, þetta malbik sem er í loftinu. Nú, þetta er svona eitthvað sem ég segi svona bara almennt, en einhvað síður þá vil ég bara segja það að mér finnst það ekki vera rétt leið sem farin er að í þessu aðalskipulagi sama hvað menn gera svo síðar meir að taka út mislæg gatnamót með þeim hætti sem að gert hefur verið eða draga svo úr vistvænum framkvæmdum í formi umferðar mannvirkja eins og stefnt er að í þessu aðalskipulagi. Ég held að sé mjög misskilin stefna þegar kemur að vistvænum samgöngum sem að verið er að taka hér upp. Að mörgu leyti erum við sammála þá megin stefnu að auka fjölbreytni og möguleika fólks á að nýta sér samgöngumáta, þá vistvænustu sem menn geta valið, en það útilokar ekki það að fólk haldi áfram að nota einkabílinn. Ég ætla aðeins að fjalla það sem að stendur Hólmsheiðarflugvöllinn, af því það er hér undir í dag og það gengið svolítið lengra heldur en gert hefur verið fram til þessa. Hólmsheiðarflugvöllur eða möguleiki á flugvelli á Hólmsheiði er eitt af því sem að hefur auðvitað verið alltaf opið. Þessi möguleiki hefur verið opinn og til athugunar og það er svona gengið aðeins lengra í þessu vegna þess að Veðurstofan hefur skilað svona hluta til sínum mælingum og athugunum á svæðinu sem að gefa tilefni til þess að svæði verði skoðað enn frekar. Af lestri þeirra gagna sem að okkur verður send, sem að snúa að flugvellinum, er erfitt að gera sér grein fyrir því hvaða texti það er sem að á að vera hluti af aðalskipulaginu þegar að svona menn fara að setja niður fyrir sig hvað á að vera þar, hvað ekki verða. Þannig ég ætla að biðja borgarfulltrúann Pál Hjaltason að koma hér upp á eftir og vonandi áður en umræðinu lýkur og fara yfir það hvaða texti það er sem snýr að Hólmsheiðarflugvelli sem að á að vera þar inni og hvort að það sé þá meiningin að þar verði jafnframt inni uppdráttur sá sem að er í gögnunum sem okkur var sendur og er svo sem ekki nýr á nálinni en einhvað síður ef hann er komin inn í aðalskipulag þá er hann mjög mótandi. Samkvæmt þeim gögnum sem að eru svona bakgögn þessa ferils alls saman að þá er ekki ennþá komið að því að hægt sé að taka ákvörðun það hvort að þessi flugvöllur geti eða hvort að Reykjavíkurflugvöllur geti flust upp á Hólmsheiði. Það kemur fram til dæmis í þessu mælingu sem að Veðurstofan hefur sendt frá sér og hefur verið gerð fyrir Reykjavíkurborg og ég fæ ekki séð að neitt trúnaðarríki þau gögn. En þar kemur fram að enn sé þörf á því að gera könnun á skyggni til dæmis og til næstu 5 til, það sé að
það þarf að hafa gagnaröðun til að fá áreiðanlega niðurstöður til 5 til 7 ára þegar að kemur að raka og vind og það hins vegar gögn sem að hér liggja baki einungis til 2 ára. Og það kemur jafnframt fram að það ýmis gögn sem snúa til dæmis að hliðarvindum og sviptivindum sem að ekki liggja ennþá fyrir, en það hins vegar ljóst að veðurfar sumileit ekkert sérstaklega ólíkt að hvað mér varðar sem að náttúrulega ekki sérfræðingur þessu, en öðru leyti talsvert ólíkt því sem að hér í Vatnsmýrinni. Ég til dæmis tek hérna bara úr helstu niðurstöðum sem að eru í þeirri skýrslu, en þar stendur ennfremur mælist hiti við undir frostmarki mun oftar, það segja á Hólmsheiðinni, miðað við Vatnsmýrina, í 46% tilvika yfir vetrarmánuðina en 30% tilvika á Reykjavíkurflugvelli. Og svo náttúrulega rakastig loftsins hærra og því má oftar vænta þoku og súldarveðurs en mælingar því hafa ekki verið gerðar þannig að gagn sé að. Ég ætla ekki að fara mjög gaumgæfilega yfir þetta, enda held ég að þessi skýrsla hafi ekki verið lögð fram með formlegum hætti ennþá, en það alveg ljóst að í henni eru margir fyrirvarar það hversu nýtanlegt þetta svæði og þess vegna viss með sá texti sem að lagður var fyrir okkur í þessum drögum að aðalskipulagi ganga nokkuð langt, því þar stendur athugunar veðurfari Hólmsheiði hafa nú með leyfi forseta, það var staðið yfir í 6 ár og einnig hefur verið til skoðunar vatnsvernd á svæðinu og þar vitnað í ISOR september 2008, vatnaskil 2013. Veðurfarsmælingar og mat á nothæfi flugvallar Hólmsheiði bendi til þess að viðunandi nýtingarhluta náist á flugvelli á þessum stað og það vitnað í Veðurstofu Íslands desember 2012 og Mannvit frá 16. janúar 2013. Í ljósi þess að Reykjavíkurborg og Mosfellsbær orðið ásátt að eiga samstarf frekari athugunar á svæðinu með mögulegan flugvöll í huga og eftirfarandi ákvæði í texta aðalskipulagsins beggja sveitarfélaga. Og það sem að kannski ég vil að biðja formann umhverfis- og skipulagsráðs að koma hér upp og fara yfir, að þessi texti ekki að lýsa með réttum hætti því sem að stendur í þessum skýrslum. Þessi texti gengur lengra og gerir því skóna að hér sé viðunandi, að allt bendir til þess að viðunandi nýtingarhlutfall náist. Það ekki rétt. Það sem rétt miðað við lestur þessara skýrslna það að þær útiloka ekki að viðunandi nýtingarhlutfall þessa staðar, nýtingarhlutfall geti náðst á þessum stað og á því bara gríðarlega mikill munur. Það allavega ljóst af þessu að frekari mælingar eru nauðsynlegar og það á náttúrulega auðvitað velt í því fyrir mér. Ef þetta sú stefna sem að núverandi meirihluti borgarstjórnar, það fer nú að styttast í lok þessa kjörtímabils að vísu, en ef að flugvöllurinn á að fara árið 2016 en að mælingar, veðurfarsmælingar, rakastigs, hliðarvind, sviptivind og annað slíkt á svæðinu hafi ekki lokið á þessum tíma fyrir 2016, þá þetta nú orðin svona ákveðin catch-22, svo ég svona aðeins sletti, vegna þess að það ákveðin ómöguleiki í þessu. Það að segja, ef að menn sjá það sem lausn að flugvöllurinn verði fluttur fyrir 20 milljarða upp á Hólmsheiði, þá verða menn náttúrulega að gera það þannig að það falli saman í tíma með brottflutningi flugvallarins hér í Reykjavík. Ekki það stefnan sem að hér sett fram, að flugvöllurinn að fara til Keflavíkur og síðan koma aftur upp á Hólmsheiði, síðan með þeirra búið að mæla þetta betur. Ég meina við skulum aðeins hugsa þetta mál til enda og vinna það til enda ef menn vilja gera það. Hitt svona mál að það fer svolítið mig þegar ég sé það að verið að skoða það að taka vatnsverndar ákvæðin sem að eru á Hólmsheiðinni. Þetta fjarsvæði en ótrúlega nálægt brunnsvæði og það ekki borgarfulltrúar hér að brunnsvæði náttúrulega svæði sem að aldrei má koma nálægt í uppbyggingar neinu tagi og það jafnframt aðflug Hólmsheiðarflugvallar bara beint yfir vatnsból höfuðborgarsvæðisins. Gvendabrunnar eru bara í beinni fluglínu þarna undir þegar verið að fljúga inn á flugvöllinn. Ég segi það það út af fyrir sig
nú svona mikið umhugsunarefni, en þar fyrir utan að þá geta menn auðvitað ekki. Það er alveg útilokað að vera að fjalla hér vistvæna borg, en líka, en við skulum slá svolítið af vatnsvendinni þegar kemur að flugvellinum, að því okkur langar svo að fá flugvellin út úr Vatnsmýrinni og viljum fá hann upp á Hólmsheiðina. Það gengur náttúrulega ekki. Við getum auðvitað ekki hugsað þannig, við verðum auðvitað að láta náttúruna njóta vafans, eins og umhverfisráðherra hefur svo margoft sagt, og í þessu tilfelli á það svo sannarlega við. Þar fyrir utan auðvitað kemur að því við ákvörðun það hvort Hólmsheiðarflugvöllur, hvort að flugvöllur geti verið á Hólmsheiði eður ei, hvaða áhrif það mun hafa á nærliggjandi byggð. Þeir sem ég hef heyrt til, ekkert sérstaklega margir, af því að þetta er nú ekki mál sem er komið á það stig að setja sig í samband við marga til þess að fá álit á staðsetningu vallarins. En þeir sem ég tala við sem að þarna búa í svona næstu hverfum, er óhætt að segja að móttökurnar og viðbrögðum við því að þarna verði flugvöllur eru vægast sagt ekki góð. Þeir sem að þarna búa og hafa kosið að búa þar sem að þeir telja sig vera svona heldur fjærri ysnum og þysnum, í úthverfum borgarinnar, í næsta nágrenni við fallega náttúru með mikið útsýni yfir sundin, hafa ekki áhuga á því að flugvöllur komið þarna í næsta garð. Þannig að það er svona eitt atriði líka, það er sem sagt það grendin og þau hverfi sem að þetta mun hafa mest áhrif á. Þetta mun hafa mikil áhrif bara almennt á aðflug hér yfir Reykjavík, því að auðvitað brautirnar eru í krossin sem við þekkja, það er norður, suður, austur, vestur, og þess vegna mun sem sagt aðflugið vera meðal annars yfir Grafarholti og Norðlingaholti og Árbæ segir, og væntanlega einhverju leyti yfir Grafarvogi, yfir Gvendarbrunna og svo eftir öllu nesinu ef að flogið er inn á Vesturbrautina. Það skal ég ekki segja, ég þekki ekki þessi flugtæknilegu atriði, en það sem að er auðvitað áberandi, það er í fyrsta lagi það að þau gögn sem að hefur verið að vinna með í þessu máli hafa hvergi verið lögð fram. Ég þekki það ekki, og það er þá rétt að borgarfulltrúinn Páll Valtýsson leiðrétti það. Ég þekki ekki til dæmis að veðurmælingar Veðurstofunnar hafi verið lagðar fram, og þess vegna er ég svona aðeins að tvístiga við það að vera vitna mikið í þau, vegna þess að í þeim eru mjög margir fyrirvarar. Þau segja raunverulega ekki mikið annað en hér þarf að skoða betur. Síðan er minnisblað frá Mannviti og síðan frá sem að fylgir þessu máli væntanlega, því það er vitnað í það hér í þessum texta, og svo auðvitað hafa embættismenn borgarinnar verið að skoða þetta mál og senda minnisblöð sín á milli. En ég sé ekkert frá þeim sem að þekkja til flugvallar frá flugtæknilegu sjónarmiði. Það er engin rekstraraðilar eða Isavia eða einhverjir aðrir sem að þekkja þetta umfram svona það sem almennt gengur að gerist, og ég persónulega legg ekki flugtæknilegt mat á fýsileika þess að flugvöllur fari upp í Hólmsheiði út frá þeim gögnum sem hér hafa verið lögð fyrir mig. Ég er bara ekki sérfræðingur á þessu sviði og það er ekki mitt að gera það. Þannig að ég held að það verði svona að svipta hulinni af þessu, opna þá fyrir þau gögn, leggja þau fram og kynna þau, kynna þá stefnu sem taka á, fara yfir þær tímasetningar sem verið að vinna með hér í borginni og svo skoða fluglínur og hvað áhrif það hefur, eins og til dæmis á vatnsvernd, síðast en ekki síst, og það finnst mér nú kannski ekki minnsta málið. Hvaða áhrif mun þetta hafa á nærliggjandi byggð og hvernig yrði þá samráði háttað við þá sem að þar búa og hversu mikið er nóg? Og það er setning sem að ég tek nú bara hér af fundi sem haldinn var í Grafarvogi í hvaða skóla var það nú aftur? Í Húsaskóla. Þar sem að íbúar voru að mótmæla því að sameining unglingastigsins á milli skóla næði fram að ganga og íbúarnir spurðu hversu mikið er nóg. Hversu margar undirskriftir þarf þessi meirihluti til þess að taka tillit til þeirra mótmæla sem að framkoma á þeim fundi
Og þá í þessu tilfelli þegar kemur að Hólmsheiði þá auðvitað verða menn að vinna lýðræði betur heldur en gert var þarna í upphafi kjörtímabilsins. Ég bara heiti á meirihlutann að vinna þetta með öðrum hætti, þar að segja að hann setji sér einhver viðmið sem var hvorki í þessu máli sem ég var að nefna hér varðandi skólann, ég heldur til dæmis Landspítalamálinu, þar sem að gríðarleg mótmæli voru, en þau voru bara virt að vettugi. Og þess vegna spurningi þegar kemur til dæmis þessu, hversu mikið nóg? Hversu mikið þurfa íbúar að láta í sér heyra til þess að það verði tekið mark á þeirra athugasemdum? Fyrirfram veit ég ekki hvort að þau verða nokkur. Ég verð allavega að menn hugsi þetta áður en að lagt af stað í þennan leiðangur. Og borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvason lokið máli sínu og þá næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Gísli Marteinn Baldursson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ætla að reyna að hafa þetta ekki mjög langt þessa kafla aðalskipulagsins sem við erum að ræða hér, en þeir fara ágætlega saman hver við annan, eins og til dæmis kaflar græn svæði og vistvænar samgöngur, vegna þess að það þekkt að grænu svæðin eru best varðveitt í borgum sem eru þéttar. Og við sjáum það til dæmis í jafn ólíkum borgum eins og Kaupmannahöfn og New York, að þar standa menn bestan vörð grænusvæðin eftir því sem að umhverfis þau eru þéttust. Og við þurfum að þétta Reykjavík og það stóra málið í þessu aðalskipulagi að við hættum útþenslustefnunni og byrjum að byggja inn á við, og það þýðir auðvitað að við munum standa vörð grænusvæðin. Það þýðir líka að við stöndum vörð útivistarsvæðin austast í borginni sem að mér hefur stundum fundist náttúruverndarsinnar ótrúlega skeytingarlausir Við höfum byggt ótrúlega margt ágætt á svæðum sem áður voru dásamlega útivistarsvæði borgarbúa án þess að neinn mótmæli því, en menn mótmæla öllum framkvæmdum upp á hálendinu. Látum það duga það. Ég held hins vegar að útivistarsvæðin okkar í austurhluta borgarinnar, til dæmis svæðin vestur af Hafravatni, séu alveg einstök, þar sem menn hafa planað stóra byggð fyrir áframhaldandi byggð í Úlfarsfelli. Það held ég sé mjög misráðið, miklu frekar að standa vörð þau svæði rétt eins og við stöndum vörð almenningsgarðana inn í borginni. Og auðvitað ef við erum að tala þetta sem náttúruvernd eða umhverfisvernd, þá auðvitað hin óspjölluðu svæði fyrir austan núverandi byggð miklu verðmætari heldur en manngerðir almenningsgarðar inn í miðri byggð. En í þessu plani gert ráð fyrir að standa vörð hvort tveggja og það fagnaðarefni. Í kaflanum vistvænar samgöngur lykilsetningin kannski þessi, með leyfi forseta: aðalskipulagið leggur áherslu á fjölbreyttar lausnir við að greiða úr umferðartöfum og álagstímum. Höfuðáherslan á að efla aðra ferðamáta en einkabílinn og þar með að draga úr aukningu bílaumferðar með því álagi sem henni fylgir í gatnakerfinu. Tilvitnun lýkur. Málið náttúrulega það að áratugum saman byggðum við borgina upp með algjörum það sem ég kalla bílasósíalisma, vegna þess að það var í rauninni engin valkostur við það að vera á bíl. Við byggðum til dæmis Breiðholtið upp án þess að sinna því almennilega með almenningssamgöngum, án þess að gera ráð fyrir því að menn færu til dæmis niður í háskóla á hjóli. Engar slíkar lausnir voru til staðar þegar við byggðum þar hverfi fyrir tugi þúsunda. Og þar með var fólki eins og foreldrum mínum gefinn sá eini kostur að fara á bíl allar sinna ferða. Þannig að þessi setning lykilatriði vegna þess að við þurfum að bjóða upp á aðra ferðamáta, og það veit ég að fólk mun velja þá að fúsum og frjálsum vilja. Og það engin einn flokkur sekari þetta heldur en aðrir. Forverar okkar ágætir hér í borgarstjórn voru af þeirri kynslóð þar sem að bíllinn var tákn frelsi og tákn nútímann. Og það ekkert skrítið, hann var það auðvitað að sínu leyti, en menn vanræktu valkostina sem við erum núna öll búin að komast að eru nauðsynlegir í borg líka. Og þá held ég að mismunandi ferðamátar, að hlutfall mismunandi ferðamáta
muni fara að líkjast því sem það í borgunum sem við viljum líta til, vegna þess að við vitum alveg að borgarbúar kvarta einna mest undan bílaumferð þegar eru spurðir að því hvað helst að í Reykjavík. Annað þarna ónákvæmt, nokkrir hlutir sem ég myndi vilja gera athugasemdir við vegna þess að eins og Júlíus Vífill Ingvason borgarfulltrúi segir þá náttúrulega ekki svo sem búið að stimpla og samþykkja allar þær setningar sem eru í plagginu sem við erum að ræða hér. Við eigum það eftir þó svo að í flestum tilvikum sé þetta nú í þeim anda sem við vorum búin að ræða inn í aðalskipulagshópnum. Það segir til dæmis, með leyfi forseta, megin viðmiðið að vegið verði á móti aukningu umferðar sem þétting byggðar leiðir af sér. Tilvitnun lýkur. Þétting byggðar leiðir ekki af sér aukningu umferðar. Þannig að þetta mjög ónákvæmt orðalag. Þétting byggðar leiðir af sér minni umferð en ekki aukna umferð. En hér væntanlega átt við, af því að ég veit að þeir sem að skrifa þetta eru vel að sér í borgarfræðum, hér væntanlega átt við staðbundna aukningu umferðar. Tek dæmi af Melhagaranum þar sem ég bý, þar var þétt byggð, þar voru settar inn einhverjar 5 eða 8 nýjar íbúðir í þessa litlu götu og auðvitað hafði það í för með sér einhverja örlítið aukna umferð í minni götu, en það hafði í för með sér minni aukningu umferðar heldur en ef að þessar íbúðir hefðu verið í Úlfarsfelli, svo ég taki dæmi. Það vitna allar ferðavenju kannanir. Ef að þessar 8 fjölskyldur eða hvað þeir eru margar hefðu búið þar, þá hefðu þær ferðast meira á bílum heldur en þær gera búandi á Melhaganum. Ef að þær væru eins og meðal fjölskyldur á hvorum stað. Það sjáum við á ferðavenju könnunum. Önnur lykilsetning sem ég ætla að draga út þessi, með leyfi forseta, markmiðið að stuðla að eins skilvirkum og öruggum samgöngum eins og kostur án þess að ráðast í umfangsmiklar gatnaframkvæmdir. Þetta hljótaðu við allir að styðja, ekki síst við sjálfstæðismenn sem viljum lækka útgjöld hins opinbera. Útgjöld hins opinbera til vegamála eru gríðarlega há og ég vil minnka þau útgjöld rétt eins og önnur útgjöld og ég vil lækka skattana. Og það gerum við þetta ekki ef við erum endalaust að biðja aukin útgjöld til vegamála eða í aðra málaflokka. Og vegamál með ekki vera undanskilin því þegar við reynum að stuðla að minni útgjöldum hins opinbera. Og ef við getum með breyttum ferðavenjum, eins og ágætt kort sem að fylgja þarna með sína, ef við getum með breyttum ferðavenjum sparað okkur milljarða í mislæg gatnamót eða önnur umferðar mannvirki, við getum ekki gert það allstaðar, en sumstaðar getum við kannski gert það, þá eigum við að gera það. Að þessu sögðu þá ætla ég að fagna því að þarna ekki lokað á þann möguleika að Sundabrautin komi á þessu tímabili, ekki heldur stokkur á Miklubrautina sem að ég styð eindregið og ekki heldur Öskjuhlíðargöng, en nú vill það vísu til að ég ekki viss að við þurfum Öskjuhlíðargöngum að halda. En það smekksatriði sem við leysum ekki hér, en af þessum 3 stóru framkvæmdum sem að hlaupa á mörgum tugum milljarða í kostnaði, þá held ég að Öskjuhlíðargöngin séu þau sem við þyrftum síst, sérstaklega ef við búum til brú yfir í Kársnesið eins og hér talað yfir Fossvoginn, þar sem að til dæmis Vesturbærinn í Kópavogi getur komið inn yfir þá brú til þess að fara í háskólana 2 eða Landspítalann sem eru 3 stærstu vinnustaðir landsins. Þannig ég fagna því að þetta skuli vera inni og ég styð þessar aðgerðir með þessari undantekningu með Öskjuhlíðargöngin og við þurfum, eins og ég segi, þetta eitthvað jafnvægi sem við þurfum að hafa þarna uppbyggingu gatnamóta eins og þeirra sem eru mislæg eða eru í göngum eða stokkum og hins að breyta ferðavenjum með því að bjóða upp á góða valkosti. Markmiðum að meirihluti einkabíla í borginni verði knúnir vistvænum orkugjöfum finnst mér vera hæpið og við þekkjum öll Reyklaust Ísland árið 2000 slóganið, það gerði ekkert nema að gera grín að þeim sem voru að vinna gott starf í tóbaksvörnum og við eigum ekki að setja okkur markmið sem við höfum engin tök á sjálf að láta verða að veruleika og við höfum of fá tæki af mínu mati til þess að geta sagt að meirihluti bílana í borginni verði knúnir vistvænum orkugjöfum. Ég vildi við hefðum meiri tæki í okkar höndum en við höfum þau ekki almennilega. Það má segja að við ætlum að reyna í samstarfi við ríkið að ná þessu fram með eitthvað slíkt en mér finnst þetta svolítið hæpið, það ekkert mjög langt í 2030.
En að því við ræða þessar vistvænu samgöngur og hér var verið að ræða munin á kynjónum rétt áðan, þá ætla ég bara að nefna það að uppbyggingin á hjólastígunum eru auðvitað lykilatriði í þessum efnum og það hefur verið rætt mismunandi þáttöku eða mismunandi hlutdeild karla og kvenna í hjólreiðum og við vitum að fleiri kallar hjóla hér heldur en konur, en þessu er þveröfugt farið í þeirri borg sem að best hefur staðið sig í að byggja hjólastíga sem eru aðgreindir frá götum og gangstéttum, þar að segja Kaupmannahöfn. Þar hjóla miklu fleiri konur heldur en kallar. Og í Danmörku og allir er þetta líka þannig. Miklu fleiri konur heldur en karlar hjóla þar. Og ástæðan er talin fyrst og fremst vera svo að þessi infrastruktúr, uppbygging hjólastígakerfisins sem örugskerfis, þar sem þú getur hjólað án þess að vera í samfélagi við bílana á götunum eða gangandi á gangstéttunum þar sem þú þarft að steyta hnefan og vera frekur, það leiðir til þess að konur hjóla frekar. Þannig ég nefni þetta nú bara svona í ljósi þessar umræðu sem fór fram hérna áðan. Og talan yfir Danmörku alla er að 36% kvenna hjóla til og frá vinnu og 17% karla. Það er mjög mikill munur. Í kaflanum almenningssamgöngur þá blasir það auðvitað við og okkur vantar stefnumótun í almenningssamgöngum almennt. Það mun hjálpa fulltrúa okkar í stjórn Strætó mjög verulega að vinna að hagsmunum Reykjavíkur að hann hafi stefnu almenningssamgöngur frá okkur hér í borgarstjórn. Það stóð til að vera með það hér á dagskrá en það verður tekið fyrir næst að við sameinumst að mynda okkur slíka stefnu. Hlutdeild Strætó í öllum ferðum sem farnar eru á að hækka í 12%. Ég held að þetta sé frekar metnaðarfullt markmið. Hlutfallið er 4,4% eða var það í könnuninni sem var gerð núna 2011 fyrir Reykjavík var 4,4 og á að hækka upp í 12%. Það getur vel verið að þetta náist, það er ekkert útilokað og ég er alveg til í að vinna að því og róa því öllum árum. Ég hugsa að við séum komin töluvert upp fyrir 4,4 því að hlutdeild Strætó hefur aukist hröðum skrefum. En þetta er samt sem áður að minnstu kosti tvöföldun ef ekki meira. Það er aftur í hróplegu ósamræmi við markmiðið í hjólreiðum. Vegna þess að við erum núna með 5% ferða sem eru farnar á hjóli en markmiðið árið 2030 er bara 8%. Og ég hef minnst á þetta inn í aðalskipulagshópnum nokkru sinnum að mér finnst svolítið á reiki hvaðan þessi markmið koma. Ég veit ekki hver sleikti puttan og stakkar upp í loftið og reyndi að finna út einhverja tölu en mér finnst okkur vanta forsendurnar bak við þessar tölur. Markmiðið með Strætó er mjög metnaðarfullt en markmiðið með hjólreiðarnar er mjög metnaðarlaust. Það er nánast örugt að þetta verður komið upp í 8% löngu fyrir 2030 spái ég miðað við það hvernig hjólreiðar eru að aukast þessi misserin. Sérstaklega ef við höldum áfram að byggja þessa hjólastíga sem við erum að gera áætlun og það er fræg setning sem er úr bíómynd en hefur verið notuð hjólreiðar if you build it they will come, að ef þú ert með hjólastíga hér víða borgina þá munu hjólreiðar aukast og í Danmörku segja þeir að það aukist 20% hjólaumferðin í götunum daginn sem nýr hjólastígur opnar frá því að vera engin hjólastígur menn hjóla bara í götunni. 20% frá fyrsta degi. Þannig að mér finnst við þurfum að skerpa betur á þessu hvaðan koma þessi markmið, hvað höfum við á bakvið þau. Nú gangandi kaflinn, þar er það sama, þar ætlum við að fara úr sirka 16% upp í 22% hlutdeild gangandi. Það er kannski eðlilegt, ég held að það verði erfitt ef við tökum gangandi ferðir til dæmis til og frá vinnu, þá er mjög erfitt fyrir okkur að segja fleirum upp í Úlfarsfelli til dæmis að ganga meira í vinnuna. Við munum auðvitað fjölga eitthvað vinnustöðum þar í nágrenninu en Úlfarsfelli er ekki þannig skipulagt að þar verði mjög mikið af vinnustöðum, það er þó frekar Hólmsheiðin eða eitthvað slíkt. Og talandi hana sem er að síðast það sem ég ætla að segja hér, þá finnst mér ánægjulegt að sjá hvað þessar niðurstöður eru jákvæðar. Ég er ekkert að koma hingað upp til þess að lýsa því að vera flugvöllurinn eigi að vera Hólmsheiði, en við höfum verið að leita logandi ljósi að nýjum mögulegum stað fyrir flugvöllin í Reykjavík eða á höfuðborgarsvæðinu. Sjálfstæðisflokkur var með það á stefnuskrá sinni síðast og þar síðast og ég held að allir flokkar sem buðu fram í borgarstjórn síðast fyrir utan F-listan hafa verið með það á stefnuskrá sinni. F-listin komst ekki inn í borgarstjórn en allir þeir sem hingað komust og voru með það á stefnuskráni að
flugvöllurinn yrði ekki í Vatnsmýrinni heldur yrði honum fundinn nýr staður á höfuðborgarsvæðinu. Það er gott að Hólmsheiðin komi þar inn sem möguleiki. Það eru margir aðrir möguleikar eins og við vitum. Margir þeirra eru utan Reykjavíkur en samt á höfuðborgarsvæðinu. Hólmsheiðin er í Reykjavík, þannig það er gott fyrir okkur að geta sagt við ríkið ef að þið hafið áhuga á þessum stað fyrir flugvöllin ykkar, þá kemur það til greina af hálfu Reykjavíkur. Að undan genginu auðvitað grenndarkynningu og samráði við íbúana og þess háttar, en í fljótu bragði sýnist manni að aðflug þarna sé yfir margfalt færri Reykvíkinga heldur en aðflugið er núna. Þannig að það er jákvætt að þetta sé þarna inni, þó svo að það sé alveg rétt sem hér hefur komið fram að við þurfum auðvitað að fara í gegnum miklu meiri vinnu áður en við getum stokkið á þessa lausn, enda þarf ríkið auðvitað að vilja færa flugvöllin á þennan stað. En þetta er eins og annað sem við höfum rætt hér varðandi aðalskipulagið, þá er þetta mjög metnaðarfullt plagg og mjög til bóta. Ég hef sagt það áður og segi það enn að ég held að þetta aðalskipulag geti orðið verulega merkilegt í sögu Reykjavíkur sem borgar. Þannig að þegar að þessi atriði sem ég nefndi hér og Júlíus Vífill Ingvason borgarfulltrúi nefndi í sinni ræðu, þegar þau eru tekin saman og við förum yfir þetta aftur í aðalskipulagshópnum eða skipulagsráði eftir atvikum, þá held ég að þessir kaflar ættu að geta verið afgreiddir í góðri sátt. Þá hefur borgarfulltrúi Gísli Marteinn Baldursson lokið máli sínu. Forseti ákveður það að taka stutt fundarhlé sirka í 20 mínútur til að borða kvöldmat.